Já, Guðjón Þórðarson, 4-0 skellur Dúmi Snóa. Hver svona þín fyrstu viðbrögð í leikinn í kvöld? Ég vissi að Kúrdaningir eru öflugir. Þeir byrjuðu leikinn mjög kröftugt. Ég varaði mína menn við að við erum að ná fótfestu strax í leiknum og byrja krafti. Við gerðum það ekki og við vöknum ekki fyrir að það komið 2-0. Við tókum okkur saman í andlitinu að reyna að bæta seinni hálfleikinn. Við vorum sterkir í fyrstu 30 mínúturnar og áttum 2-3 tilraunir, hefði getað skorað og breytt stöðunni í 2-1. Það hefði breytt leiknum. Og svo einin stunga upp hornið og fyrirgjöf og bænt og þriðja markið. Þá var allt loft úr mínum mönnum og fjórða markið var tiltölulega auðvelt. Eins og þú segir, fyrstu 15 mínúturnar þar sem Kórdrengir komast í 2-0 og þá er þetta orðið strax erfitt, strax á 15 mínútur leiksins. Strax eftir 15 mínútur kom mark eftir 8. mínútu, 7. eitthvað og svo hvað 14-15 mínútu. Eftir það var þetta erfitt, en það er alltaf séns þegar 2-0 því að þriðja markið er það sem er tilur. Þriðja markið draf okkur, hefði gefið okkur líklega að við skorað markið. En það var ekki, við áttum sénsa til þess að gera það, við áttum tilbúið sem við getum unnið betur úr. En það var ekki ætlunin og áframhaldið er bara erfitt. Þið eru með 5 stig núna og liðið er fallið niður í C-deild. Það er örugglega ekkert annað en stöðin þríleikir eftir. Það er örugglega ekkert annað en stöðin að spila bara fyrir hjarta á markið á búningnum og reyna að segja eins marga punkta á eftir þessum 3 leikum. Ég er aðalega að leita eftir frammistöðum. Ég er að skoða hvaða menn verða með okkur á næsta ári. Það eru margir samningslausir og margir að renna út á samning. Ég er að skoða hvað við viljum taka með okkur í baráttuna því að baráttan í þriðdeildinni hún verður mjög erfið. Það eru góðu lið þarna niðri og það er ekki auðvelt að falla á þeim deild og ætla sér að koma upp. Það gerist ekki að sjálfu sér. Og vinnan í undirbúningi á því þegar hafinn. Eftir við töpuðum fyrir Selfoss þá fór vinna strax í gang með að endurskipuleggja hópinum og ég er að skoða hvað ég mun taka út úr þessum hóp með mér inn í næsta ár. Talar að þú ætlir að hugsa hvaða leikmenn þú ætlar að taka með í baráttunum næsta ári. Ætlar þú að vera áfram með liðið? Hvað verður staðan á þér? Ég verð áfram með liðið. Núna er verið að spyrja það út í lokum, út með þessa flottu húfu, FO húfu. Það er verið að spyrja það mikil hit í þjóðinni. Ég verð bara að spyrja hvað finnst þér þetta allt saman? Þetta er sorgleg staða sem er komin upp í fótboltanum, mjög dapurleg. Það mun taka mörg ár að vinna trúnað og traust aftur. En við vitum það að við höfum marga góða fótboltamenn og það er góður andi í hreyfingunni heilt yfir. Og við skulum vona það að fólki takist að snúa bökum saman og hreinsa þessa skömmu af knattspyrnunni. Stjórn KSÍ sagði af sér, þú lítur að vera bara árétt ákvörðun á stjórn knattspyrnu Samband Íslands. Þeir sögðu af sér og það er náttúrulega þeirra er ábyrgðin, en það eru líka starfsmenn sem hafa hort í augu við þessa hluti og ekki gert neitt í því. Það var fyrir eitthvað falið og heldur hitt og það eru fleiri sem eiga eftir að fyrir að skipta stóla. Klara Bjartmann segir að sitja áfram, hvað finnst, á hún ekki bara að víkja með öllu bakkinu? Hún er föst inn í þessu umhverfi eins og Guðni og láta Guðna fjúka einan og út til með stjórnin þar á eftir. Klara er búin að sitja hérna í öll árin og hún veit allt hvað það gerist og hún er engin gull og gull.